Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Sesselía Ólafsdóttir, leikkona, velkomin. Komdu sæl. Og alls ekki bara leikkona því að þú ert búin að gera eina stuttmynd sem var hrollvekja og ert að fara að gera aðra sem verður fjölskyldumynd. Já. Segðu okkur aðeins. Já, hún svona fjölskyldu, þetta er einhver svona hliðarheimur og þetta gerist, við munum taka hann upp inn í Eyjafirði. Í sumar. Í sumar, þetta er alltaf bresta á. Og þetta snýst í rauninu einhver svona hliðarveruleika, það er fólk sem er án skynfæra og svo í gegnum það að kynnast og eiga samskipti eða einhver svona tjáskipti eða deila einhverju væntumþykju saman, þá eignast þau fleiri skynfæri. Þannig að þetta er svona, sammannlegt. Og þetta verður kannski líka svolítið alþjóðlegt af því að það var ekkert að tala í myndinni. Nei, þannig að við erum með áheyrnarpröfur núna eftir viku. Já, sunnudaginn 9. júní. Já, og við erum að leitast við að fá í rauninni sem fjölbreyttasta leikaravalið. Já, þið viljum bara hafa alþjóðlegt svona kast. Alþjóðlegt kast. Svo við slettum svona. Og þannig að við erum með, af því að við erum líka með allan aldur, við erum með frá 5 ára, er yngsti leikarinn, og upp í helst yfir 60. Þannig að við erum með bæði mann og konu sem að geta og mega vera svona fullorðin. Hvað erum við að tala um marga leikara sem þið vantar? Við erum að tala um 8. 8 stykki? Já, ég er að leika 1 hlutverki sjálf og svo erum við með 8 fyrir utan mig. Það eru þessi 5 ára barn, stelpu og strák sem eru kannski svona kringum 9 ára. Við erum að tala um svona unglinga sem eru kannski svona kringum 20, bæði stelpu og strák. Og við erum að tala um svo annarkvort mann eða konu sem er eða upp úr 30. Og svo akkurat fullorðinn mann. Ekki hjón? Ekki hjón, þau eru í rauninni 2 ólíkar persónur. Og svo verður þessi mynd skotin í sumar og bara unnin og hvað gerist svo? Fer hún bara á eitthvað flakk? Fyrri myndin er búin að vera bara á hátíðum? Umskipti, hún er búin að fara bæði víða á Íslandi og búin að fara Norðurlöndin nánast öll nema Danmörku held ég, hún var Svíþjóð, Noregur og Finnland alveg. Vá, er þetta ekki bara rosa gott gengi? Þetta er rosa gott og bara ég er ótrúlega þakklát og bara glöð hvað henni hefur verið tekið opnum örmum alls staðar. Og hefur þú tækifæri til að fylgja með henni eða verður þú bara vinkan í bless eða hvernig virkar þetta? Það er bæði og ég er búin að fara til Noregs og Svíþjóðar en svo er hún núna í Tékklandi og fer til Ítalíu og það er svona pínu bara Já, gangið vel. Gangið vel. Góð skemmtun. Já, því þú ert bara komin í næsta prójekt. Já, það er bara næsta verkefni. Verkefni á íslensku, hættastlega. Og svo ertu líka í, er það ekki leikhópnum umskiptingum? Jú. Og það er nú aldeilis í haust að fara að gerast eitthvað stórbrotið. Heldur betur. Þá erum við að fara að setja upp barnaleikrit. Þannig að í samstarfið með MAG. Já. Við ætlum ekki að fara að blanda þessu saman, við skulum bara einbeita okkur að stuttmyndinni. Er nafn á henni? Já, Betur sjá augu. Betur sjá augu. Þetta er svolítið þemað í þættinum af því að þær voru hérna Jonna og Karlína í morgun á undan þér að segja frá auga fyrir augasýningunni í Mjólkursamlaginu. Það eru báðar blindar á öðru auganu. Vá, merkilegt. Það er aldrei merkilegt. Skemmtileg tilviljun. Ekki tilviljun kannski? Nei, ekki tilviljun. Það er engar tilviljun. En þessi stuttmynd, hvernig er hún fjármögnuð? Við erum að fara að byrja með Kickstarter. Já. Við ætlum að vera með það byrjum örugglega í næstu viku. Já. Það er svona söfnunarsíða? Já, það er söfnunarsíða, bara ekki ósvipuð Karolína Fund. En af því að við erum þetta er svona international eða fjölþjóðlegt samstarf. Við erum með leikstjóra minn og klippara og cinematografer eða kvikmyndatökumann, hann er breskur og svo erum við með fólki sem sér mest af eftirvinnslunni, tónlistina, hljóðið og svo litaleiðréttinguna. Þau eru finnsk. Þannig að það er sniðugt að fara á þessa Kickstarter síðu, hún kannski nær víðar eða hvað? Já, þá hún er svona þekktari en Karolína Fund fyrir utan Ísland. Já. Og hvað kostar svona ævintýri? Veistu það? Ertu með kostnaðaráætlun alveg bara? Já, ég er náttúrulega búin að gera kostnaðaráætlun og þetta kostar náttúrulega heilmikið og maður er náttúrulega alltaf
einhvern veginn bara safnar eins miklu maður getur. Og svo notar maður það. Og svo notar maður það. Og það bara, þú veist, það væri náttúrulega frábært að vera með 3 milljónir, þá getur maður gert, og það er low budget, sko. Þú veist, það er lítill peningur. Það hlýtur að vera að þú ætlar að reyna að borga öllum eða hvað? Já, og þú veist, það verður öllum borgað sem að taka þátt í þessu. Þannig að leikarar sem eru að koma í pröfur, þeir eru ekki að fara að gefa vinnuna sína, þeir fá borgað? Já, þeir fá borgað. Það er alveg, mér finnst það lágmark vegna þess að ef að, þú veist, bara við munum ná að safna einhverjum Kickstarter og svo náttúrulega er restin í rauninni bara frá mér. Ég er með smá sjóð sem að ég ætla að setja í þetta. Frábært að fá þig, Sessi. Gangi þér svakalega vel með þetta. Við hvetjum fólk til að kanna þetta. Er eitthvað Facebook-síða eða eitthvað svona sem það getur haft samband við? Betur sjá augu og þar inni er auglýsingin. Og það er skrási og... Já, og ég held að þessi veronickarut@gmail.com til þess að senda. Já, maður verður að skrá sig að því að við erum náttúrulega með þeim tíma. Takk bara kærlega fyrir að koma, Sessi, og gangi þér svakalega vel með Betur sjá augu. Takk kærlega fyrir mig.